Já, nú ætlum við að ræða það hvernig við getum lifað lífi sem þess virði að lifa því. Þetta náttúrulega sem að öll okkar hugsa á hverju morgni þegar við vöknum. En það svo vill svo til að hinga til lands komin sendinefnd frá Yale háskóla í Bandaríkjunum sem ætlar að kenna okkur það eða ætlar að fjalla það með ráðstefnu hvernig við getum lifað lífi sem þess virði að lifa því. Ólafur Páll Jónsson, prófessor í heimspeki við menntavísindasvið. Þú ert svona, hvað ertu, rótari á þessari ráðstefnu? Já, við getum sagt ég sé svona samblanda rótara og nefnda á þessari, þetta svona vinnustofa sem að þessi hópur frá Yale með hérna við verður hér á menntavísindasviði í lok vikunar og þetta sem sagt þessi vinnustofa upphafa eða fyrsta skrefið í alþjóðlegu verkefni sem Yale að hrinda úr vör, eða íta úr vör og með fólk sem sagt það kemur þá fólk frá bara hvaðan af aður heiminu til þess að taka þátt í þessari vinnustofu og yfirskriftin sem sagt life worth living eða bara líf sem þess virði að lifa því En hvað þetta? Þetta gæti verið auglýsing frá markþjálfa? Þetta gæti verið auglýsing frá sértrúarsöfni? Já. Já, það einmitt sko. Það auðvitað engin skortur á svörum við því. Hvers konar lífi við ættum að lifa. Það fólk hér út allar jarðir sem tilbúið að segja okkur það og tala ekki selja okkur svarið við spurningunni. En nálgunin þarna eiginlega, hún talsvert önnur. Þarna áherslan í rauninni meira á spurninguna heldur en svörin. Og markmið að svona hjálpa okkur að pæla í þessari spurningu. Hvers konar líf raunverulega þess virði að lifa því? Hvað það sem gefur lífinu gildi? Hvernig lítur farsælt líf út? Það segðu mér. Og kannski bara aðeins svona bakja þess. Hvaðan það kemur? Já, þetta kemur þetta þannig að það hérna við Yale háskóla eitthvað sem heitir Center for Faith and Culture og það eru nokkrir kennarar sem ákveða að bjóða upp á námskeið fyrir sína nemendur, þetta eru þá fyrir grunnnemendur í háskóla þar sem að það verður bara pælt í þessum hlutum. Þau munu lesa alls konar texta ólíkum trúarbrögðum, ólíkum heimspekihefðum hvað svona sem gefur lífinu gildi og ræða þetta og þau vissum svo sem ekkert út í hvað þau voru að fara og voru alls ekkert vissum að nemendur í háskóla hefðu endilega áhuga á þessu enda nemendur komin í háskóla og kannski að hugsa hvað þau ætla nú að gera eftir háskólanámi, hvað vinnu þau fá hvernig þau geta umbreytt námunu í peninga, ekki talað þetta nám sé gjarnan þessi svona markaðshyggju orðræði kringum háskóla. Námi fjárfestingu örugglega verið sagt. Ja, örugglega. Og þetta þessi nálgun passar ekkert endilega alveg inn í það sko. Það ekki þau lofuð ekki að þú fengir einhverja færni sem þú getur svo notað á vinnumarkað umbreytt í laun. En allavega, þau bjóðu upp á þetta námskeið, nálgunin svona, við ætlum að bara lesa álíka texta, við ætlum að ræða þetta, við ætlum að pæla í þessu og sjá. Og þetta verður vinsælt. Og fyrst náttúrulega þarna innan Center for Faith and Culture, sko. En síðan bara breiðist þetta út og verður bara vinsælasta námskeið í Yale háskóla. Og nú svo komið að það eru fleiri háskóla. Slær út MBA-námið. Já, bara, og það er fólk úr öllum greinum við Yale háskóla sem að taka þetta námskeið. Þannig að það eru væntanlega nemendur úr MBA-náminu sem koma og taka þetta námskeið og það er kannski einhver úr læknisfræðinni og það er einhver úr heimspekin og trúarbrögðunum og svo er einhver kannski bara að læra enska bókmenntir og annar í stærðfræðinámi. Og þú ferð ekkert út úr þessu, þú ferð ekki svona 3 stafi eins og í MBA, þú ferð ekki að þú sett lífsspekingur útskrifaður. Nei. Þú ferð ekkert nema að bara hjálpa þér í svona persónulegu leitinni að tilgangi í lífinu. En það kemur í ljós að það er bara gríðarlega eftirspurn eftir þessu hjá nemendum sjálfum. Og þannig að þetta vindur upp á sig, sko. Fyrst innan skólan, svo sem sagt innan þetta eins og gengur og gerist eins og í Bandaríkjunum þá
dreifist þetta til annara skóla og svo núna sem sagt Yale að hrinda úr vör þessu bara alþjóðlega verkefni þar sem þeir eru að reyna að miðla þessari nálgun, þessari hugsun, þeir, þeirri hugmynd að það sé góð, það sé gagnlegt, það sé mikilvægt að spyrja þessar spurningar og gefa háskólanemendum tækifæri til að spyrja hennar og virkilega svona gefa sér tíma í að pæla í henni. Og það að þetta sé vinsælt og breiðist út bendi til þess að fólk sé að leita ykkur. Hljótubræði getur maður ímynda sér að þarna væri verið að svona adressa eins og sagt ykkur að svona hólu í menningun okkar. Hólu sem við erum með hér sem að samfélagið uppfyllir ekki með einhverjum hætti. Já, ég held að það sé kannski rétt, en sko þetta kannski spurning sem að ef við heyrum hana, hvað gefur lífinu gildi? Jú, við höfum oft heyrt þessa spurningu. Hvernig á maður að lifa lífinu? En við erum kannski ekkert voðalega góð að virkilega reyna svona, hvað ég var að segja, tæklana, má maður sletta svoleiðis. Það er að segja, og það er svolítið það sem þau gera í þessum, voru að gera þetta í þessum námskeið, það er að segja þau taka ólík svör. Þau líka brjóta spurninguna niður, til dæmis bara byrja kannski að spyrja bara, hvað finnst þér eftirsóknarvert? Ok. Og þá í framhaldinu getur maður spurt, hvað er þess virði að sækjast eftir? Og það eru til fullt af svörum við þessari spurningu. Og bara, það er endalaust verið. En þá vaknar aftur næsta spurning, hvernig getum við nú eiginlega hugsað hvað hefur að gera við öll þessu ólíku svör? Hefur við bara stökkva einhvern vagnin? Hvernig veljum við hvaða vagn við stökkum á? Eða ætlum við ekki að stökkva á neitt vagn? Hvað er það sem hentar okkur? Hvað kemur út úr þessu? Er þá hópurinn að reyna að leita sameiginlegu svari eða kemur það út að við erum bara ólík samsett? Sum hafa svona andlegan botn í sinni sál og þurfa að fá slíksvör og aðrir þurfa að fá eitthvað allt annars svona svör. Sumir eru félagsverur og leggja höfuð áherslu og félagslega tengsl út í samfélaginu, aðrir lifa ríku innra lífi og fá slíksvör eða hvað? Er þetta leita svona sameiginlegum svörum fyrir okkur öll? Nei, þetta er ekki leita sameiginlegu svör, markmiðið er ekki að finna rétta svarið. Útgangspunkturinn er bara fjölhyggjan sem við upplifum og sjáum allt í kringum okkur í samfélaginu í dag. En markmið er eiginlega að þeir leggja líka áherslu á það að við lærum að hlusta og hlusta á aðra raddir og þeir segja hlusta við getum verið að lesa bók og þeir eru þá að segja nær röddin í textanum, eyrum okkar þannig að við lærum aðeins að taka hugmyndir sem eru okkur framandi, hugmyndir sem við erum ósammála líka við lærum samt að hlusta á það, taka þær alvarlega við lærum að vinna með þær og þannig að þegar að í okkar lífi að við lærum þá að taka afstöðu með með einhvers konar ígrundaðri hætti, einhvers konar gagnrýnni hætti og við séum ekki bara svona að berast með straumnum bara með þeim straum sem við einhver hluta vegna stigum út í. Eins og manninum er að mörguleiti eðlislegt. Já. Ef einhver byrjar að gangi út við buxum að þá fara allir aðrar að gera það. Það var ekki ígrunduð ákvörðun að nú ætti ég að gangi út við buxum. Og þetta sem sagt þetta er kannski spurning sem að svona hefðbundi séð hefur tilheyrt heimilunum. Já, það er einmitt það sem að maður vekur þau út að tala. Að þú ætti að segja ekki kultúrist þroski, persónu þroski sem að maður fær næringu og leitar utan hinna formlegu stofnana eins og háskólans. En heimilin eru kannski ekkert endilega besti staðurinn til þess að ekki lengur. Til að næra, kannski voru þau aldrei. Sjáðu til af því að heimilið þar er mjög gjarnan að það er ákveðin gildi sem þar ríkja. Þau geta verið býsna þröng. Það er ekkert víst að börnin á heimilinu einhvern veginn vilja endilega taka upp þau gildi sem að foreldrarnir hafa. Það er ekkert víst að það sé endilega svigrúm inn á heimilinu til að rökræða þetta.
það ekkert víst að þau heyri aðra raddir. Og þegar ég var að tala um þá var ég að tala um að fjölskyldan minnkar, kjarnafjölskylda, þá er að vísa til þess að einu sinni þá ólst fólk upp í stærri fjölskyldu, fleiri kynslóðir, fleiri sjónarmið, jafnvel alið upp að heilu þorpi eins og fólk þekkir sem ólst upp kannski að Sótaverði, þá er þetta alið upp að heilu þorpi. Jú, þetta er sagt að það þurfi þorp til alið, en að móti líka. Það var alltaf erfiðar í nútímanum því að við erum fjölskyldunar eiginlega einangraðir. Jú, sumpartir fjölskyldunar einangraðri, en auðvitað líka eru þetta til sögur af fólki sem ólst upp í þorpinu, en sem bara fannst sig alls ekki þar. Billy Elliot sem að brjóst út úr þorpinu. Já, hann þurfti að brjótast út úr þorpinu. Það var ekki rými fyrir hann, ef svo má segja, í þorpinu. Og það eru þetta oft, og þess vegna kannski eru skólarnir sem að gjarnan hafa vikið sér undan þessari spurningu. Þeir eru kannski besti staðinu því þar koma saman ólík sjónarhorn, og þar ættum við sem kennarar að vera sem sagt vel undir það búin að láta þessi ólíku sjónarhorn, þessi ólíku gildi einhvern veginn mætast í einhvers konar uppbyggilegri samræðu. Má ég spyrja þá einu, voru skólarnir þá kannski ekki svona frekar þannig, manni finnst svona miðja síðustu öld að þá hafi staðið að fara í háskóla verið svona svolítið að þú verið að leita sjálfur. Þetta voru margir sem voru bara í embættismannaskóla, verið læknar, lögfræðingar, eitthvað slíkt, en að sumuleyti var háskóli svona degla þar sem að fólk kom inn og efaðist samfélagið og sjálfan sig og svo fyrst manni stundum svona, það var einhver fatt að þetta gengi ekki lengur, þannig að nú eru háskólanir þannig að það er svo mikið álag í vinnunni að það er engin tíma til þess að það er ekki stúdentapólitík, það er ekki degla lengur inn í háskólanum, þetta er bara að vinna. Já, þetta er kannski góð punktur. Hann skrifaði heilmikið þetta Páll Skúlason heitinn, heimspekingur og fyrir rektor Háskóla Íslands. Þetta er á svona seinustu árum sínum, þá var þetta eitt af hans svona stóru viðfangsefnum, það var þessi hugmyndin háskólan. Og hann, og eins og fleiri, hann rekur það eru kannski tókast svolítið á svona tvennskonar hugmyndafræði. Önnur hugmyndafræði sem hefur gjarnan verið kennd við Humboldt, þýska stórkanónuna. Kanónin, hann var náttúrulega rektor, hann var hugvísindamaður og hann sér fyrir sér að háskólinn sé staður þar sem að við komum saman og ræktum svolítið mennskuna í gegnum það að stunda fræðin. Þannig að fræðin hafi svolítið svona gildi, hvað ég segi, sjálfu sér, eða menn stundi svona fræðana vegna og hann, háskólinu þetta, hann er að þjóna samfélaginu, en hann er að þjóna því með því að vera þessi svona vermireitur mennskunar og fræðana. Þess vegna meðal annars að við því prófessorar gott starfsöryggi, nægan tíma til þess að vera í friði, eigið ekki að tjáð ykkur á þess að vera hægt að missa vinnuna, þannig að þetta er svona vin í Algjörlega, en vel að merkja þetta er Humboldt á þeim tíma þegar að háskólanám er ekki það fer ekki allur almenningur í háskóla. En samt þessi hefur samt alveg svona, hún er alveg ennþá sýnileg líka í háskólunum, en svo er önnur hefð sem að hefur gjarnan verið kennd við Napóleon. Og Napóleon var náttúrulega, hann var að byggja upp ríki. Það þurfti menntað fólk til þess að þjóna ríkinu og sinna þeim störfum sem að ríkis þarf á að halda. Það var svipað afstöðu og samtök atvinnulífsins til menntunar. Já, kannski nær því, þannig að þá sér hann og auðvitað horfið fram á það til þess að þessi hægt að reka nútíma ríki, þá þurfum við fólk sem kann til verka. Og svo höfum við háskóla í dag, bara eins og Háskóla Íslands segjum, og hann er auðvitað, hann er einhvers konar blanda af þessu tvennu og þetta tvennt svolítið togast á í lífi háskólakennara, í lífi háskólastúdenta og bara í lífi háskólans sem heild. Og kannski er það bara hollt að þetta, við getum ekkert bara dottið í annað farið og það er kannski margt sem togar okkur inn í svona þennan napóleonska háskóla í dag, þar sem að við eigum að vera bara að hámorka færni okkar og undirbúa okkur fyrir að verða
verða hérna starfsmenn í hérna hagkerfinu sko. En og þá kannski hallar svolítið á þá þessa hlið sem hefur svona kannski einkennt hugvísindin mest en Humboldt myndi segja þú veist þetta á við allar greinar sko. En kannski þurfum við að finna eitthvað svona þú veist þurfum við bara að lifa í þessari togstreitu og það má segja að þetta verkefni hjá Yale háskóla kemur inn í þessa togstreitu kemur alveg svona ef svo maður segja Humboldts megin líklega vegna þess að Napóleon hefur of mikið lítök þetta líklega ansvar við því þetta svolítið ansvar við því sko og þá auðvitað það sem þetta finna er að háskólan kannski bara hafi vanrækt svolítið þessa hlið námsins og ég held að þetta sé bara góð tækifæri sko fyrir okkur núna nú erum við hér bara í Íslandi við erum að fara inn í sumarfrí vonandi kemur sumarið einhvern tímann hérna á Suðvesturhorninu Sumardagarnir 3 en þetta er svona bara góð áminning held ég til okkar að við þurfum að taka þetta alvarlega inn í okkar námi og þetta ekki bara í háskólanámi heldur þarf þetta að vera, ég held sko rauður þráður í gegnum allt nám og bara spurningin sko hvers vegna erum við að þessu Það er þetta rísu upp, ef ég fæ halda að tala áfram, reyna að skilja það, af hverju þetta rísu upp. Eitt væri, eins og þú er búin að vera að lýsa núna, að háskólinn hafi svona driftað frá þessu, látið undan svona kröfum að vera að skaffa starfsfólk út í atvinnulífið og það allt saman og nemendurnir að koma inn og fjárfesta í menntun vegna þess að byggja upp efnahagslega stöðu sína, en menn ekki þarna að leita sjálfum sér og svona sem að kannski einhverju leyti var áður hluti af náminu eða meira í ríkara mæli. En svo er það annað sem ég var að reyna að koma áðan að getur þetta líka verið svona ansvar við tímanum sem við lifum sem að gætu sagt að einketust af svona yfirdrifinni einstaklingshyggju og það eru margir sem að upplifa sko að það sé svona við lifum svona frekar sálarlausa tíma. Ég get eiginlega bara labba með bæinn og benta á sko litina sem eru valdar á byggingu eða á föt fólks og í grári peysu allt er svona koksgrátt þú kannast við þetta, þessi tilfinning sem og líka sem við erum að tala á að fjölskylda minnkar og kannski getur hún ekki veitt okkur leyndu, þá er svona félagslegu þörf sem við höfum að vera með svona, það er svona grunnstofnanirnar er að verða veikar. Getur verið að þetta sé svona eitthvað svona upprisa í leit að einhverjum svona svörum. Má ég minna maður sem heitir Ará sem var frá Venezuela og ég held að svo ennþá var lífi í hárri elli. Hann var svona upp á 1970 þar sem hann stóð frammi fyrir svona upplausn í samfélaginu, það var efnahagsleg upplausn, það var kreppa, það var stjórnmálakreppa, það var stjórnlagakreppa, það var bara, og hann hugsaði með sér að það sem er að í þessu samfélagi, það á sér einhvern veginn sameiginlega stoð, það er andleg kreppa í samfélaginu okkar. Og það er til þess að lækna hana, þá er líklega eina leiðin er bara Guð eða listin og ég veit ekki þetta Guð en ég kann að spila á fiðlu þannig að hann fór út í fátækrahverfinu og stofnaði sko tónlistarskóla. Það sem ég er að segja að þessi svona eitthvað svona hugmynd að það sem er að í samfélaginu okkur, kannski á bak við allan en að vanda sé einhvern veginn eins og við séum að sko að týna mennskun okkar. Já. Þetta er nú ágætt spurningur heimspeking. Já, sko kjarnin í svona rauði þráðurinn í þessu verkefni hjá Yale er akkurat spurningin mennskuna, hvers konar líf er sambóðið því að við séum manneskjur, hvers konar líf er sambóðið mennsku okkar. Sko, ég held að sé alveg hárrétt hjá þér að það er margt í samtímanu sem kallar á þessi viðbrögð sem skýrir hvers vegna þetta verður svona vinsælt. Það er auðvitað meiri einstaklingshyggja, það er mér dettur í hug, þú veist það sem fólk hefur talað að þessa leysingu í samfélaginu Bauman hefur gert það og fleiri sko félagsfræðingar Gittensens talar einstaklingsvæðinguna þar sem að við stöndum svolítið frammi fyrir því að við þurfum að velja meira hver við erum, hver við viljum vera. Það er ekki lengur þannig að maður svona bara gangi inn í einhverja hefð sem að bara leggja manni til svörin við því hver maður vil vera. Og
þannig að fólk stendur frammi fyrir þessari, fyrir einhvers konar vali, fyrir einhvers konar, já. Sem kannski óljós hvort að maðurinn standi undir. Það er ekki, já, það er ekki víst að maðurinn geti svarað þessu, sko. Nei, og þarna það sem þau er að vinna með er að segja, sko, jú, það er einhvers konar val hérna sem við stöndum frammi fyrir. Við höfum, það er spurt hvernig lífi viltu lifa og það eru alls konar valkostir í gangi, já, sem í boði, svo maður segja. Og það er verið að ýta að okkur fullt af valkostum og það vantar ekki. En hvernig eigum við svona sem manneskjur að taka afstöðu til þessara hluta, til þessara valkosta og eitt af því sem þeir leggja náttúrulega rík áherslu á þarna er að við gerum þetta helst ekki sem einstaklingar. Við gerum þetta í einhvers konar samfélagi. Við gerum þetta í einhvers konar samræðu samfélagi. Með einhverju félagslegum galdri eins og kollegiðinn orðaði svo fallega einhvern tímann í umræðinu daginn, Viðar Halldórsson, talaði að skorti félagslegan galdur í samfélagið sem væri það sem við finnum einhverja lausnir í félagi sem væri þá á móti einstaklingshyggjunni og trúnni á tæknilega lausnir. Já, ég getur kallað þetta galdur, sko, en ég held að þetta sé mjög hversdagslegt, sko, þetta er samræðan. Já. Og við finnum þetta alltaf þegar við eigum í samræðu við vini okkar. Ef við náum einhvers konar vinat, og þetta er eitt af hugtöknum sem þeir reynda að nota, sko, það er hugtækið vináttu sem að segja svona líkil hugtæk, það er að segja að þegar við lesum þessa ólíku texta sem þeir eru að vinna með, að við lesum þá svona eins og vinir séu að tala, þannig að við hlustum á það, við tökum alvarlega, ekki endilega til að verða sammálaði, en það er þannig sem við hlustum á vini okkar, ekki satt, ekki eins og þegar að fólk mæti, sko, fyrirframbúð ákveða ætla nú eiga síðasta orðið. Eins og algengast er í opinberri umræðu að sem viti. Já. Þó að fólk sé reyndar núna orðið mjög tregt til þess að mæta í debatt. Já, en sko þetta er ekki debatt einmitt. Nei, alls ekki. Þannig að við erum eigum hindi samræðu, við erum kannski ósammála, en við erum að reyna við erum samt í samvinnu í þessari samræðu. Þetta er ekki keppni. Þetta er samvinnuverkefni og samvinnan er einhvern veginn að reyna að sjá kjarnan eða sannleikan í hlutunum og ná að spegla sig í samtali við annað fólk, upplifa hvernig það glímir við spurningarnar. Já. Við getum lært af því. Og slökk á símanum, það er ekki eitt kúrs þarna sem er kennt að slökk á símanum. Já, það er þessi kúrsin sem tekur aftur og fellur alltaf á. Tölva mín pífti og símið þinn og svona er þetta svolítið. En sjáum til þetta með samræðuna. Þetta gamla form, sko, þetta er það sem að Sókrates stundaði. Eða rökræðuna eins og við heimspekingjarnir viljum gjarnan tala sko, það er að segja rökræðin sem er svona eitt svona form samræðu að það sem að sko á grískunni tala menn dialóg og það er orðið sem að enskumælandi hafa tekið upp og fleiri þjóðir og það er svolítið skemmtilegt orð, það er að segja logos getur þýtt skynsemi og dia er eitthvað sem er svona á milli og það sem gerist í dialógnum, í rökræðinu eða í samræðinu er að það verður til einhver skynsemi sko á milli okkar. Það er ekki það að... Þú vilt að við ræktum það meira, vitið á milli okkar. Vitið sem verður til á milli okkar þegar að við tölum saman af innlægni, með svona vinarþeli eða vinarhug. Ekki af því við séum sammála eða ekki af því að við séum ósammála, ekki vegna þess að við erum með einhverja sameiginlega hagsmuni sem við þurfum að verja, heldur einfallega vegna þess að við mætumst sem manneskjur og við reynum aðeins að hjálpa stað við að finna út úr því hvað það þýði eiginlega að vera manneskja í samfélaginu. Og það er líklega að rækta þetta sem er á millum okkar því að stór hluti af okkur er ekki inn í okkur heldur það sem er á milli okkar og annars fólks. Já, þar ræktum við mennskuna sko og við meina gegnum tungumálið og við erum náttúrulega sem einstaklingar erum við þetta hrikalega takmörkuð
við erum með eitt sjónarhorn á lífið og spurningi, hvernig getum við útvíkkað þetta eina sjónarhorn, hvernig getum við komist frá því að verða bara þröngsýn og þetta er bara það sem stendur í Hávamálum sko, lítill að sanda, lítill að sæfa, lítill eru geði guma. Þú veist, hvernig getum við einhvern veginn komist út úr okkur sem þröngum einstaklingum og það er með því að hlusta af einlægni á önnur sjónarhorn. Og það er svona og sögu annara hlusta á sögur annara, hlusta reynslu og upplifun já. Hvernig annað fólk hefur glímt við þessa spurningu og það er erfitt verkefni að vera manneskja og líka, leið og við lærum að hlusta þá lærum við kannski líka að tjá okkur að lýsa okkar eigin sögu, segja okkar eigin sögu, lýsa okkar eigin tilfinningum. Partur af vandanum er að sko, við þurfum líka að læra það að segja frá því hver við erum. Þannig að hérna og þetta er þess vegna sko og ég get bara tekið undir með Sókrates og fleirum sem hafa verið að tala um menntun síðustu 2500 ár sko að kannski er bara samræðan besta kennsluaðferðin sem til er. Þeir heimspekingar hafi lengi haldið því fram. Við lengi haldið. Herðu en þú nefnir að þessi fólk komið saman að þannig hafi þetta byrjað og lesið texta og að því að ég var svona opna fyrir það að háskólarnir hafi verið að lokast og menningin okkar hafi verið að lokast. Eru þetta þá mikið textar sem eru sóttir svona fyrir aftur fyrir upplýsingu og eitthvað slúðis? Þetta eru bara alls konar textar. Það eru bara textar sumir textar eru úr Biblíunni, sumir textar eru úr Kóraninum eða úr trúarritum gyðinga, það eru frá Konfúsíusi og búddisma og svo eru bara heimspekitextar, það getur verið bara Aristóteles. Þú varla komin inn á sko þetta árþúsund en þá? Nei, svo getur verið bara þetta er fornir textar? Og svo getur verið nýjir textar, bara samtíma textar þess vegna sko, þetta er samtíma heimspekingar, þannig að sko en textarnir eru út af fyrir sig ekki markmiðið. Nei. Það sem ég var að velta verið með hvort þetta væri svona hugmyndum að við værum að reyna að ná í eitthvað þráð sem að er kannski við hefðum mist eitthvað neginn á leiðinni. Þráðurinn sem við höfum mist er kannski frekar aðferðin heldur en innihaldið. Vegna þess að það er sko þeir sem það voru kallar sem að störtu þessu sko, þeir eru með bakgrunn í sem þú veist trúaði kristnir fræðimenn. Og þannig að þú veist, í þeirra persónalífi er eflaust, einhver svona þráður sem að þeir rekja þangað aftur. En sko markmiðið með námskeiðinu er ekki að reyna að fá annað fólk til að sem tengjast þessum þræði. Þú veist, það eru ólíkir þræðir og ólíkt fólk verður að taka afstöðu sjálft til þess hvað er þeirra hvað því finnst að samrýmist best því að lifa manneskjulegu lífi. Það sem að guðfræðingarnir í Yale hafa umfram kannski flesta aðra er að þeir hafa náttúrulega svona aðgengi að textum og hugsunum langt aftur sem einmitt fjallu þetta sem að vill svo til að eru hluti af sko guðfræðinni en var náttúrulega kannski á stóru hluta tímabilsins eiginlega öll hugsun mannsins það hvernig get ég lifað sómasamlegu lífi. Já, og þetta sko þetta er stóra viðfangsefni trúarbragðanna óneitanlega og þess vegna þetta líka sko þetta sækir fólk sækja margir í trúarbragðin en andspænis þú veist þegar fólk upplifi krísur og upplifi tilgangsleysi og þá margir sem sækja í trúarbragðin en það eru líka aðra leiðir til þess það eru aðrar uppsprettur eins og ég var að vera benda á svo vilst bara svo til að stóru hluta tímabilsins var þessi hugsun inn í guðfræðinni sko. Já, allavega á Vesturlöndum. Og ég held að fólk þurfi ekki óttast að kíkja hvað var fólk á 12. öld að hugsa. Nei. En þú finnur það ekkert nema helst inn í guðfræðinni sko. Nei, hvernig maður ætti að lifa. Og við höfum náttúrulega stórkostlega heimspekinga eins og Thomas Aquino sem var sko hann var ekki bara trúmaður, hann var náttúrulega frábær heimspekingur og hann var kannski besti túlkandi Aristótelesar og Aristóteles var ekki kristinn, hann var náttúrulega uppi löngu fyrir Krist. Þannig að og þetta þessar og ég held að
sko spurningin trú eða ekki trú svolítið svona hún kannski aukaatriði. Það sem skiptir máli að reyna einhvern veginn að ná þessum ólíku sjónarhornum og finna einhverja leið til þess að takast á við þau. En má ég aðeins vera inn í guðfræðinni núna? Já. Þar eru til svona hugmyndur það að þessi leit af því að verða lifa góðu lífi. Já. Að hún geti enda í svona ákveðni blindgötu því að þú getur rækta með þér upp það sem að Martin Luther kallaði hinn reiða guð. Því að við erum þannig byggð manneskjan að við getum alltaf séð fyrir okkur hvernig við getum verið betri. En við erum breyskar verur líka og þess vegna getum við aldrei staðið undir því. Þannig að með þessari hugmyndum það að ætla að lifa últra góðu lífi að þá getur þú sleppt inn í þér hrikalegum harðstjóra sem að lemur þið niður og endanum lemur niður mennskuna þína. Og það var það sem að Martin Luther, hann var að dufti að labbandi yfir okkur heiði þar sem var með hennar reiða guð sem alltaf var að segja við Luther að hann gæti nú verið betri maður. Hann ætti ekki að vera að hugsa þetta. Það ekki hægt á þessu að maður fyrir að leita að því hvernig maður að lifa hinu góða lífi að það verði að svipi í höndunum á manni. Stundu finnst manni það að þú veist að það er fólk sem að selja lausnir og svona. Það oft svona lausnir sem að fólk verið að selja manni. Jú. Meina, þetta stór hættulega leit. Þú ætti ekki að pissa bak við hurð. Sko, þetta hættulega leit og í þeim skilningi að sko við vitum ekki hvað við finnum og það sem við finnum það gæti kollvarpa líf okkar. Þetta sagt þú verðum einhvern veginn algjörlega að snúa við blaðinu. Hættan sem þú ert að lýsa þetta líka fyrir hendi, það að segja við sjáum fyrir okkur eitthvað svona ideal og þarf ekki trúarbrögðin til sko, við sjáum nú bara hvernig fólk pískar sjálft sig áfram í sko einhverju veraldlegu kapplaupi um að hvað heitir að vera besta útgáfan af sjálfum sér eða ég veit ekki hvernig þetta eiginlega orðað. Akkurat þannig. Og og þannig að maður er aldrei búin að standa sig nógu vel. Sko, en þá spyr ég kannski, já, sko þessi hætta þarna. Við erum ófullkomna verur, við erum breyskar, en hvernig eigum við þá að læra að takast á við þetta og fyrsta skrefið er kannski bara að tala um þetta. Þannig kemur samræðan aftur. Hvað eru eðlilega væntingar til mannesku? Hvað er ekki við því að búast að við stundum gerum einhverja bölvaða vitleysu? Að við gerum jafnvel eitthvað sem er slæmt? Er það þá, erum við þá bara glötuð eilífið eða er hægt að lifa áfram sem manneskja? Þá er ofta gott að gera það líka í félagi, en þú ætti að tala um það. Já. Að stundum hefur við erfiðleikum með að fyrirgefa sjálfum okkur. Kannski sambærilega hluti og mjög auðvelt með að fyrirgefa öðrum. Kannski. Þannig ef þú segir mér syndir þínar, að þá á ég mjög auðvelt með að fyrirgefa þér og finnast að vera að þú er bara að halda áfram þínu lífi. Eða með að maður gengur með sko dómaran inn í sjálfum sér og refsa sér linnulaust fyrir að hafa brugðist. Algjörlega. Og en þarna auðvitað, og akkurat til dæmis, við þurfum að kannski að læra að takast á við þessa hliðina á einhvers konar fullkomlunar hugmynd manneskjuna og við getum alveg spurt okkur, já, hvar var þetta viðfangsefni? Hvenær í okkar námi, nú klára maður 10 ári í grunnskóla, var það einhvers það verið að fjalla um þetta? Fór maður í menntaskóla kannski, eða framhaldsskóla, var einhvers það verið að fjalla um þetta? Það kláraði kannski háskólaprófið. Var einhvers það verið að fjalla um þetta? Nei, kannski ekki. Kannski voru okkur bara hent út í samfélagið sem gerir akkurat mjög miklar fullkomnunar kröfur á einstaklingana og býður einstaklingum að gera þessar kröfur á sjálfa sig. Tala ekki með þessum samfélagsmiðlum það sem alltaf verið að bera eða leggja fyrir mann einhverja svona fullkomnunar myndir af lífi fólks. Hvar lærum við
að takast á þetta? Er þetta eitt af þessu sem að menntakerfið hefur kannski vanrækt? Heldur það að menntakerfið hafi svona ekki átt að segja á því hver það er sem að mætir í tíman? Að það sé manneskja sem að mætir hana? Ég held það sé bara mjög oft. Já. Ég meina, sko, það er náttúrulega fullt af frábærum kennurum inn í þessu kerfi sem að vinna stórkostlega með svona hluti, sko. En ef við spyrjum kerfið í heild, sko, eða er það styðja það kennara í að vinna svona, eða er það frekar að gera þeim erfitt fyrir? Sko, við frá 99 höfum við átt námsgrein sem heitir lífsleikni og ef við lesum aðalnámsskrána, hvernig við lýst þar, þá er þetta bara frábær grein sem fjallar einmitt þetta meðal annars. En þetta grein sem var alltaf, eða lengi allavega, mjög utanveltu í skólunum. Fyrsta sem er skorið niður á samt listgreinunum. Já, og fekk svona einhverja 2 tíma á föstudögum og svo voru kannski helmingurinn á tímanum notaður fyrir einhverja sem voru að koma með einhverja svona fræðslu inn í skólan. Svona að kenna krökkunum umferðarreglurnar og segja þeim að drekka ekki áfengi og fara varlega í kynlífinu og eitthvað svona. Svo sem bara gott að blessað en allavega sko það að vinna einhvern veginn á kerfisbundin hátt og taka þessar spurningar alvarlega, það var kannski ekki búið til rými fyrir það, jafnvel inn í fagi sem að var beinlinis ætlað til þess. Það er eins og þetta byrjum svona vanti svona ég veit ekki hvað að kalla það, svona einhverja rekt, andlega rekt við hliðin á líkamsræktinni. Algjörlega. Svo fólk hafa steinhissa tilgangsræktina. Það getur komið og... Já, sko, að rækta mennskuna. Það er bara... Mannrækt, ekki bara líkamsrækt. Partur af því að rækta mennskuna er að rækta líkamann. En partur af því að rækta mennskuna er að rækta sjálfið og rækta tengslin. Þannig að við erum líkamann en við erum líka félagsverur. Við erum líka með sjálf sem að við þurfum einhvern veginn að rækta og móta. Þannig að þessi heildarræktun, hún þarf að eiga sér stað og Humboldt trúði því að með því að vinna í gegnum fræðin, sko, þá gætu við gert þetta. Og kannski var rétt hjá honum, kannski. En ég held að sko hvernig sem við förum að, og það er ekki einhver ein leið sem er endilega best, sko, og fólki í Yale er búið að þróa þarna ákveðna aðferð eða svona ákveðna nálgun hugmyndafræði, sko, til þess að vinna með þessar stóru spurningar, sko. Það er hægt að gera það á annan hátt líka. Og þau vilja rúlla þessu núna út allan heim. Já. Aðrir háskólar takja þetta upp. Þið líst vel á þetta? Finnst þetta að vera svona með því ákværa sem er að gerast? Mér finnst þetta bara frábært, sko, og mér finnst líka frábært að sko svona frumkvæði, þú veist, það hjálpar að skóla eins og Yale einhvern veginn sko segi, heyrðu, þetta er það sem háskólar þurfa að hugsa meðal annars. Þetta er eitt af því sem háskólar þurfa að taka alvarlega. Heldur að Háskóli Íslands takið alvarlega? Sko ég vona það og það er náttúrulega ýmislegt, sko, í Háskóla Íslands það er ýmislegt sem er að vinna kannski, sko, svona þó að háskólinn í heild hafi ekki kannski þessa svona nálgun eða bjóði ekki upp á svona námskeið sem að einhvern veginn sé opið fyrir alla þvert á skólan. Og ég bara vona þetta er svona kannski aðeins íti við okkur að sem sagt að þegar að við þurfum stundum einhvern utanakomandi til að segja okkur hvað við þurfum að gera eða hvað er þess virði. Segja okkur það sem við vissum fyrir. Segja okkur það sem við vissum fyrir, jafnvel til að segja okkur að það sem við séum að gera sé verðugt. Sko. Það er hluti af þessu samtali, svo að segja. Já. Og en ég er líka bara spenntur að fá að hitta þetta fólk og fá að læra að því og fá að hlusta á þeirra reynslu og þarna núna, þú veist, það er að koma saman ekki bara þessir einstaklingar frá Yale, það er að koma saman fólk, svona 50 manns hvaðan af aður heiminu til þess að taka þátt í þessari vinnustofu
og það verður þetta bara frábært að fá að hlusta á þessi ólíku sjónarhorn og þessa ólíku reynslu og Þetta eru vinnustofur sem eru fyrir menn eins og þig, prófessor í háskólum, þetta er ekki opið fyrir almenning? Þetta er ekki opið fyrir almenning, en kannski ef að mér og okkur hinnum á vinnustofunu tekst nú að ef við lærum nú eitthvað á þessu og þá kannski verður þetta hvatning fyrir okkur til þess að halda svona vinnustofur opnar fyrir almenning til að bjóða okkar nemendum upp á. Þannig að gera þessar spurningar svona, hvað við segja, bara meira lifandi í samfélaginu. Já, þetta eru mikilvægastur spurningarnar. Þetta eru mikilvægastur spurningarnar. Og líka gagnvart samfélaginu. Algjörlega. Þannig kannski svona þegar vinnustofunar eru búnar þá kannski fæ ég þig og einhverja fleiri sem tóku þátt í þetta til að koma hingað og halda áfram þessu samtali. Endilega. Kærar þakkir, Ólafur Páll. Já, takk fyrir, sömuleiðis. Og við snúum okkur að næsta máli eftir